Næstu liður á dagskrá málefnasamningur meirihlutasamstarf kjörtímabili 2018-2022 og það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við þóttum nú bara rétt svona á fyrsta fundi bæjarstjórnar þessu kjörtímabili að benda á að við höfum ekki ennþá fengið skrifleg svör við þeim spurningum sem við lögðum fram og ætlaði nú bara forvitnast það hvort að þessu yrði svara með þeim hætti. Við færðum ákveðin rök fyrir því að við settum þessar spurningar fram til þess að kalla eftir svörum, til þess að gera eða vonast til þess að fá þá svörin skriflega þannig að við getum haft hérna svona málefnalegri umræðu margt sem að í þessum málefnasamningi eða samstarfssamningi ykkar kveðið á þannig að við áttum okkur betur á því hvert að fara. Nú kom það fram í máli bæjarfulltrúa Guðmundar Baldvins hérna áðan hvaða svona hugmyndir hann svona tengdi þessar breytingar í öldrunarþjónustunni svona við að hluta til það sem hérna kemur fram varðandi þennan samning, þannig að ég svona og við og bæjarbúar bara veltaði fyrir sér hvort að við séu ekki alveg örugglega með pólitíska sýn á flest þessi mál. Nú það þannig að það búið að gefa út ramma og samþykkja ramma fyrir næsta 4 ár sem að embættismenn og stjórnendur og starfsmenn að vinna núna í tengslu við fjárhagsáætlun og þar verið að gera ráð fyrir töluverðri viðbót í þjónustu bara ríflega 300 milljónir en í mörgum tilvikum mjög óljóst að okkar mati hvert verið að fara og þá verið gott að vita bara hvert meiri hlutin að fara í mörgum málum og mér langar núna að því ég hef þessu umræðu fyrst og fremst kannski að horfa til skólamáluna og af því að það voru allir, ekki nema þá kannski ellistinn með þá stefnuskrá sinni að börn kæmust í leikskóla í 12 mánaða aldur og menn ætluðu að lengja fæðingarorlofið. Ellistinn var hins vegar með svona orðalag það að beita fjölbreyttum leiðum ef ég man rétt og bara þá einhver hugsun á bakvið, það gerir ég ráð fyrir. En það sem vekur athygli þegar maður fyrir að skoða ramma fyrir næsta ár að maður sér ekki að það sé verið að stíga ákveðin skref í þess átt. Nú til dæmis átti samkvæmt upphaflegum áætlunum að vera risinn leikskóli við Glerárskóla ef ég man rétt bara þetta haust frekar en næsta en ég sé ekki að það verði fyrir en eftir 2 ár miðað við þann framgang sem í því máli. Þannig ekki nú leikskólaplássum að fjölga allavega í bráð enda stóð til að hætta þá rekstri Pálmholts. En við höfum svona aðeins rætt allavega í mínu flokki að það kannski lag núna á meðan að börnum að fækka. Börnum nefnilega að fækka. Að stíga þessi skref að koma því þannig fyrir að börn komist inn í leikskóla við 12 mánaða aldur. Og það ekkert ólíklegt að þessi kostnaður hlaupi á ársgrundvelli miðað við það að það séu 230 börn í árgangi og það eins 60 börn sem komast inn eins og staðan í dag, það einhver 180 börn sem standa út af. Að kostnaður við að breyta kerfinu sé svona í launalegum skilningi 300 milljónir á ársgrundvelli. Þetta töluverðar upphæðir, en það lægri en ef að fjöldin væri meiri. Og það sem þarf að gera í þessu tilliti náttúrulega það að horfa til þess hvernig menn ætla þá að fjölga rýmum í leikskólanum til þess að mæta þessu og ekki síst líka í ljósi þess. En nú gerð krafa til þessa hálfu leikskólakennara og starfsmanna í leikskólum og stjórnenda að það verði gert ráð fyrir meira plássi á hvert barn líka, sem þýðir það að það þarf þá að bregðast í því ef að það ætlun. Og ég hef ekki heyrt betur en að
núna hafi verið tekin svo ákvörðun að fylla ekki öll rými sem eru laus til þess að mæta þessu einhverju marki. Þannig að það er alveg morgunljóst að það þarf að gera einhver plön og það þarf að liggja fyrir einhver áætlanir og það þarf að vera einhver hugsun og það þarf að vera einhver ákvörðun það hvert menn ætla á næstu 4 árum hvað þessu viðvíkur, því þetta verður ekki gert í einu vettfangi. Og þetta er kostnaðarsamt og þá er líka spurningin þessi, ætlar meirihlutinn eitthvað að velta því fyrir sér, ég get ekki séð það sé allavega inn í þessum rammahugsunum, til dæmis að mæta foreldrum sem að eiga börn sem er orðin 18 mánaða og enn hjá dagforeldrum, að mæta þeim viðbótarkostnaði sem þau verða fyrir að því þau eru með börn hjá dagforeldri en ekki með barn í leikskóla eins og sumir foreldrar 18 mánaða barna eru. Þetta er bara svona pæling, þetta er ekkert nýtt, menn að oft veltu sig fyrir sér, en þetta er kannski eitthvað sem fer að verða nauðsynlegt að taka á í ljósi allra þeirra umræðu og allra þeirra yfirlýsinga sem voru gefnar hérna í aðdraganda kosninganna. Þannig að ég velti þessu upp sem vangavelti hérna, bara til þess að byrja með, en velti því líka fyrir mig hvort að meirihlutinn hafi hugsað sér að svara þessu með þeim hætti sem við óskuðum eftir og ég ger ráð fyrir einhver svari fyrir þá eftir, en það er nú venjan í stjórnsýslunni. Ef þú sendir inn skriflegt erindi þá fer skriflegt svar, ef þú sendir inn tölvupóst þá fer svar í tölvupósti, ef þú sendir inn munnlega beiðni þá fer bara munnlegt svar. Og þú átt að svara innan 14 daga frá því erindið er tekið inn og berst. Og spurningin er, nær þetta ekki yfir bæjarstjórn eða þykir okkur ekkert eðlilegt að við fáum það bara skriflegt svar, við ætlum ekki að svara þessu ef við ætlum ekki að svara þessu. Takk. Þakka bæjarfulltrúa Gunnari Gíslasyni fyrir þetta og ætla ég að biðja varaforseta bæjarfulltrúa Hildu Gísladóttir að taka við fundarstjórn og gefa mér orðið. Já, bæjarfulltrúa Hallra Björk Reynisdóttir hefur beðið orðið. Takk fyrir það. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil kannski byrja á að þakka Gunnari fyrir að biðja að fá málefnasamning meirihlutans á dagskrá hérna aftur. Spurningum minnihlutans hefur að mínu mati verið svarað skilmerkilega á síðasta fundi. Ég var að vísu ekki á þeim fundi og fagna því tækifærinu til þess að tala eins málefnasamningin. Og mér langar einnig að benda bæjarfulltrúa Gunnari á að meirihlutasamningurinn er stefnuplagg en ekki aðgerðaráætlun og hann sýnir á hvaða málefni meirihlutin leggur áherslu á. Nánari útfærsla verður síðan sett fram í starfsáætlun. Vinna við þær eru þetta hafið núna. Þetta skilja flestir í bænum, það er bara kannski minnihlutunum sem þetta verst eitthvað fyrir minnihlutunum. Við meirihlutanum leggjum ríka áherslu á að vinna útfærslunar í markmiðunum með þeim sem er að veita þjónustuna og líka þeim sem þiggja hana. Það er að mínum með þetta ekki góð vinnubrögð að útlista í smáatriðum hvernig framkoma á hlutina og fara síðan í samtalið við þá sem starfa á sviðunum. Þannig væri við heldur ekki að gefa ykkur í minnihlutanum kost á að koma að málunum eins og þið hafið þó óskað eftir. Svo að það byggjum skrifleg svör finnst mér pínulítið hjákátlegt. Við erum á bæjarstjórnarfundi þar sem að venjan er að ræða hlutina, fara upp í pontu og ræða málefnin okkar á milli, en við stöndum ekki venjulega og hefur bara aldrei að ég viti til, við stöndum ekki í bréfaskriftum. Bæjarfulltrúa Gunnari sem og öðrum er síðan í lóa lagið að hlusta á svörin sem koma fram hérna í umræðinni og skrifa það niður hjá sér ef hann vill hafa það skriflega við hliðina á sér. En ég ætla aðeins að fara yfir þau verkefni sem við leggjum áherslu á og komin er af stað og þá hver staðan á þeim er akkurat núna. Við viljum brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla og formaður fræðsluráðs fór ágætlega yfir það hvernig við viljum gera það á síðasta fundi. Ráðið hefur núna í sumar farið að kostnaðargreina mismunandi leiðir og mun í framhaldinu setja fram aðgerðaáætlun. Meirihlutinn hefur talað fyrir því að tryggja fjárveitingu til grunnskóla til lengri tíma og hefur verið að horfa til 3 ára í senn,
En helstu kosti þess eru fyrst og fremst fólgnir í því að þannig styðjum við stjórnendur í að vera stefnumótandi í sinni fjárhagsáætlanagerð og hugsa til lengri tíma og sveigjanleiki og svigrúm til skólaþróunar verði meiri. Þetta krefst auðvitað breyttra vinnubragða og við erum að skoða það ásamt stjórnendum bæjarins hvort að það sé yfir höfuð mögulegt. Frístundaráð hefur nú þegar hafið vinnu við að endurskoða rekstrarsamninga við íþróttafélagin sem hafa slíkan samning og hvað varðar áherslur í íþróttamálum, þá viljum við að í meirihlutanum fylgja eftir ný samþykktir íþróttastefnu og fara síðan í frekari uppbyggingu á mannvirkjum í samvinnu við IBA og íþróttafélagin. En þau hafa nú þegar hafið vinnu við að móta uppbyggingar áætlun og hvað varðar spurningunum hvar einstaka verkefni eru í röðinni, þá eðli málsins samkvæmt. Þá býðum við eftir þeirra tillögum og munum í framhaldinu setja niður forgangsröðun. Þar hafum vinna við að greina þörfin á fjölgun starfsmanna innan samfélagsviðs, samhliða vinnu við að koma á samfelldum vinnudegi barna. En þar erum við að sjálfsögða að nýta vinnu sem hefur verið gerð á síðustu kjörtímabilum. Við gerum ráð fyrir að hækka frístundastyrkin jafnt og þétt á kjörtímabilinu og þá markmið og tilgangurinn fyrst og fremst sá að gera öllum börnum kleift að stunda íþróttir eða tómstundir. Stofnaður hefur verið vinnuhópur Akureyrarflugvöll og við höfum fundað nokkuð stíft málefni Akureyrarflugvallar og þá uppbyggingu sem þar framundan og mikill stuðningur bæði hjá stjórnvöldum að því okkur virðist og Isavia við þær hugmyndir sem við höfum verið að ræða hérna fyrir norðan. Næstu fundur með stjórnendum Isavia verður vonandi snemma í næstu viku. Þá Eyþing að láta vinna fyrir sér skýrslu sem vonandi nýtist vel í framhaldinu í tengslu við uppbygginguna á svæðinu og þá verið að tala flughlaðið og flugstöðin og svo framvegis. Við í meirihlutanum leggjum líka töluverða áherslu á beina tengingu við útlönd og ég vil meina að það hreinlega auki lífsgæði alls fólks á Norðurlandi og muni hafa gríðarleg áhrif á atvinnuuppbyggingu hér í framtíðinni ef við kæmum slíku flugi á. Og við erum þess vegna og höfum sett það fram að við erum tilbúin til að koma enn frekar að þessu verkefni heldur en gert hefur verið síðustu ár. Raforkumálin eða öll heldur skortur á rafmagni eitt af aðal áhyggjuefni hérna á svæðinu og því mikilvægt að þrýsta úrbætur í þeim efnum. Það ekki síður mikilvægt að við hér á svæðinu séum tilbúin með allt okkar megin þegar að línulögnum verður og svæðisskipulagið hér í Eyjafirði þarf að tala í takt við þessa vinnu og svo vinna í fullum gangi og við höfum tekið einn fund núna í svæðisskipulagsnefndinni. Ég ætla nú ekki að fara yfir öldrunarmálum, við vorum að ræða þau hérna rétt áðan og við verðumst öll vera þokkalega sammála í þeim efnum. En næsta skref auðvitað að taka upp þessa viðræður við ríkið áframhaldandi samning ef af honum verður. Leigumarkaðurinn, hann erfiður hér líkt á höfuðborgarsvæðinu og þar erum við að fara að huga frekari uppbyggingu með félögum sem ekki hagnaðardrifin sem og að skoða félagslega kerfi hjá okkur og munum á næstu mánuðum klára það vinnu. Umhverfismálin þau mál sem skipta okkur til framtíðar kannski hvað mestu og þar viljum við áfram vera í fararbroddi og fara í markvissar aðgerðir til þess að draga úr svifryksmengun meðal annars og þá nærtækast auðvitað að þrífa götuna bara oftar. Það ætlum við að leggjast yfir sorphirðukerfi hjá okkur og endurskoða það samningar sem nú í gildi með það markmið að gera enn betur og ná auðvitað betri samningum. Við teljum að þarna sé alveg einhver sóknarfæri og ekki hvað síst að upplýsa bæjarbúa og ferðamenn betur hvað við erum að gera í sorpmálum þannig að við náum enn betri árangur í að flokka. Fjárhagsramminn, eins og bæjarfulltrúi Gunnar benti á, hefur verið sendur til nefnda og þar gert ráð fyrir töluverðu aukningu til fræðslu og frístundamála enda voru þau mál sem mest áhersla var lögð á í kosningunum og góður aðbúnaður barna lykilatriði í því þegar fólk velur sér búsetu. Og eins og eitt kemur fram í málefnasamningunni þá eitt af okkar markmiðum að fjölga hér íbúum og þetta teljum við að mikilvægt hvort sem það snýr að í leikskólum eða grunnskólum sem og íþróttastarfi. Hann hefur þá líka verið hækkaður ramminn í menningamálum og þar erum við að taka tillit til hækkandi leigu vegna listasafns meðal annars. Og þegar ég farin að ræða það þá skal gaman að minna fólk á opnuna núna á laugardaginn
hvet alla íbúa til þess að mæta og skoða þessa glæsilegu byggingu. En ég ætla svo sem geta að hafa þetta lengra, en við munum auðvitað á næstu mánuðum að ræða þau mál sem eru í málefnasamningum. Þau verða stanslaust til umræðu. Þau spanna, málefnasamningur svona tæpir á öllu sem snýr að sveitarfélaginu. Þannig að hvert og eitt mál verður að sjálfsögðu hér rætt og í tengslu þá við starfsáætlanir og stefnuræður formanna. Takk. Bæjarfulltrúi Halla hefur lokið máli sínu og gefið henni orðið aftur hérna. Já, takk. Orðið laust. Þá næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, með varðandi spurningar minnihlutans, þá langar mig að jafnvel þó að sé búið að svara þeim á stórun hluta hér á síðasta fundi og svo núna, það langar mig samt að fara sérstaklega yfir stjórn Akureyrarstofu þar sem ég formaður stjórnar Akureyrarstofu. Og í málefnasamningnum okkar þá kemur fram að lögð vera áhersla á áframhaldandi eflingu menningarlífs á Akureyrarbæjar og minnihlutinn spyr hvað það sem við ætlum okkur að efla. Og að minnstakosti það sem að ég sé fyrir mér þess að við ætlum að halda áfram að vinna samkvæmt menningarstefnu Akureyrarbæjar og uppfæra hana til næstu 4 ára en hún gildir út þetta árið 2018. Auki tel við nauðsynlegt að klára safnastefnu fyrir Akureyrarbæ. Í stóru myndinu má segja að við leggjum áherslu á að menningarstarf blómstri, þroskist og komist sífellt og óvart í samræmi við gildandi menningarstefnu og í þeim anda þá við viljum ætíð vinna út frá 3 stefum sem eru samvinna, metnaður og fjölbreytni. Það í raun hlutverk bæjarstjórnar að vera ákveðin kjölfesta, leggja hönd á plóg við frumsköpun og frumkvæði og bæði styðja listafólk og þá sem njóta lista. Og ég fæ með leyfi forseta að lesa úr menningarstefnunni. Akureyrarbær vill hvetja menningarstofnanir bæjarins til aukinnar samvinnu sín á milli að þær tegi sig enn frekar í áttina að þátttöku almennings og fræðslu fyrir kynslóður sem byggja bæinn. Sérstaklega teljum við mikilvægt að vinna sem hluti af fjölmenningarsamfélagi, að þær flétti menningu inn í daglegt líf barna og unglinga og dregin verið fram hlutur kvenna til jafns við karla. Þess utan þá viljum við leggja sérstaka áherslu á þátttöku ungs fólks í listum og skapandi greinum. Markmiðið að allt árið sé boðið vettvangur fyrir það unga fólk sem kýs að njóta menningarstarfs. Vegna óvissum framtíðarrekstur myndlistaskólans á Akureyri þá höfum við skipað starfshópi sem einmitt ætlað að leita leiða til þess að tryggja þetta markmið og í honum sita formaður stjórnar Akureyrarstofu, formaður stjórnar frístundaráðs og fræðsluráðs. Við viljum sérstaklega horfa til þátttöku ungmenna í menningu og listum í verkefnum samfelldan vinnudag. Þess fyrir utan viljum við með þessum hópi leggja okkar lóð á vogarskálarnar til þess að hvetja til þess að á Akureyri verði í boði listnám á háskólastigi. Eins og ég sagði áður þá leggjum við sérstaklega áherslu á þátttöku ungs fólks og viljum við sérstaklega efla stuðning við barnamenningarhátíð á Akureyri sem við teljum skipta miklu máli og einmitt inn í fjárhagsrammanum gert ráð fyrir því. Og að auki viljum við horfa til annars konar stuðnings við ungt listafólk líkt og gert verður með viðburðar sjóði Hofs og samkomuhússins. Við viljum fjölga skapandi sumarstörfum og verður það sameiginlegt verkefni frístundaráðs og stjórnar Akureyrarstofu í samvinnu við starfsmenn bæjarfélagsins. Þar sem ákvarðanatöku aukninguna verður horft til þróunar undanfarinna ára og reynslunar meðal annars á því sumri sem nú að enda. Varðandi aðrar áherslur í menningamálum þá tel ég sérstaklega mikilvægt að halda markvisst áfram að efla markasetningu þeirra menningarstarfsemi sem fyrir með að markmið hún sé sýnileg og auki áhuga heimamanna og gesta bæjarins og auki þar að leiðandi gestafjölda. En þessu utan telum við mikilvægt að kanna mögulega samvinnu stofnana til mynda í markasetningu. Þá leggjum við að sjálfsögðu áherslu á innra starf nýs listasafns fá að blómstra og með það að markmiði að tryggja samtal milli aðila þá sit ég sem formaður stjórnar Akureyrarstofu nú í listasafnsráði. Fjárhagsrammin eins og Halla kom inn á áðan sem hefur verið til umræðu í bæjarráði gerir ráð fyrir þeim hækkunum sem breytingar á listasafninu hafa í för með sér í leigu og stendur því ekki til, líkt og spurt var, að hagræða fyrir þeim hækkunum. Varðandi hækkandi framlag í menningarsjóð til úthlutana til listamanna viljum við gera það en áður en að nákvæm tala ákveðin þá viljum við eiga í betra samstarfi og samvinnu við starfsmenn bæjarins. En hvað tengist öflugu atvinnulífi á svæðinu, það skiptir það okkar að sjálfstöðu sköpum og þau spurðuð skemmtilegra spurninga sem var hvað skilgreinir sveitarfélag sem ákjósanlega valkost fyrir fyrirtæki og fjölskyldur.
og ég allavega get lýst stóru myndinni í mínum huga og því sem að við viljum vinna eftir, að það í rauninni allt sem að skiptir máli, þannig séð. Það hefur allt áhrif. En þegar að kemur að sveitarfélaginu þá skiptir það sjálfsögðu sköpum og sveitarfélagi sé í stakk búið til annars lögbundið verkefni og getur veitt íbúum hagkvæma og góða þjónustu. Til þess að svo megi vera þá gegna að mínum mati samskipti og samvinna lykilhlutverki. Samskipti og samvinna við ríkisvaldið, samskipti og samvinna við landshlutasamtök, atvinnuþróunarfélag, markastofu Norðurlands, svo eitthvað sé nefnt. Þessi samvinna og samtal þarf að vera markviss ýmis verkefni og þar má til að mynda nefna eftirfylgni og samvinna mál sem koma fram í stefnumótandi byggðaáætlun fyrir 2018 til 2024 sem samþykkt var á Alþingi í júnímánuði. Og mér langar í því sambandi að fá að nefna nokkur verkefni og þá með leyfi forseta því að þarna eru fjölmörg mikilvæg verkefni að finna. Til dæmis flutnings- og dreifikerfi raforku sem mæta þörfum atvinnulífs og almennings allstaðar á landinu, hvað varðar flutningsgetu og öryggi við afhendingu og kostir smávirkjana verða kannaðir. Tryggðir verði fjármunir til uppbyggingar og viðhalds ferðamannastaða með gjaldtöku og breyttir skiptingu og skatttekjum þannig að hlutur sveitarfélaga verði meiri. Aðstoðarmunur á millilandaflugvöllum verði jafnaður, opinberum aðilum verði falið að skilgreina störf og auglýsa þau án staðsetningar. Metinn verði kosti þess að staðsetja nýja starfsemi á vegum ríkisins utan höfuðborgarsvæðisins, stuðla verði að aukinni fullvinnslu afurða í héraði. Áfram við unnið að því að efla skapandi greinar sem vaxandi atvinnuveg á Íslandi, ríki og sveitarfélög vinni að því að auka möguleika listamanna til búsetu allt land og skapi skilyrði til atvinnustarfsemi og sviði lista á öllu landinu. En þetta aðeins örfá dæmi mikilvæg verkefni sem finna má í stefnumótandi byggðaáætlun og ég tel að við þurfum að vera reiðubúin til þátttöku og eftirfylgni á ýmsum vígstöðum. En samskipti, samvinna og eftirfylgni vegna þessara verkefna eru ekki einu samskipti sem skipta máli að mínum mati. Innri samskipti í ráðum og nefndum bæjarfélagsins og milli kjöruna fulltrúa og starfsmanna bæjarins skipta líka sköpum við að framfylgja gildandi stefnu og það er ákveðið grundvallar atriði. Það er að segja að fylgja eftir atvinnustefnu Akureyrarbæjar, reglum stuðningu frumkvöðl og fyrirtæki, reglum stofnframlög, ferðamálastefnu, forvarnastefnu, húsnæðistefnu sem nú er í vinnslu, jafnréttisstefnu, menningarstefnu, umhverfis- og samgöngustefnu og skólastefnu svo eitthvað sé nefnt. Þessar stefnur og þeim sé framfylgt mikilvægur hluti þess að Akureyri sé ákjósanlegur valkostur fyrir íbúa og fyrirtæki. En fyrir utan þessar samvinnu og samskipti vil ég einnig nefna önnur samskipti utan kerfa, til dæmis samskipti við atvinnulífi og halda áfram að auka markvisst íbúalýðræði í bænum og upplýsingagjöf til almennings sem ég tel skipta gríðarlega miklu máli til þess að tryggja að við séum öll að róa í sömu átt. Varðandi spurningu ykkur sérstak áherslu á uppbyggingu Akureyrarflugvallar þá Halla Björk aðeins reifa það en það skiptir að sjálfsögðu mestu máli að leita leiða til að stækka flughlaðið og flugstöðina hér á Akureyri þannig að beint millilandaflug geti orðið hér til frambúðar. Í því samhengi tel ég að við þurfum öll að standa saman í því að fá fram uppbyggingarstefnu ríkisins á Akureyrarflugvelli og eiga í góðu samstarfi við Ísavía, landshlutasamtökin, atvinnuþróunarfélagið og markastofu Norðurlands. Þá er að vænta eigendastefnu Ísavíu sem er í vinnslu og verður fróðlegt að sjá árangurinn af þeirri vinnu. Efla þar að auki þessa mundir að vinna skýrslu fyrir eyþing uppbyggingu og framtíðarsýn Akureyrarflugvallar sem getur orðið leiðbeinandi skjal fyrir ríkisvaldið. Eins og áður hefur komið fram þá hafa bæjarfulltrúar að funda með Ísavíu og fulltrúar ríkisvaldsins og halda því áfram. Varðandi spurningum raforkumál þá það nú töluvert verið rætt en að gera samt að halda áfram að leggja áherslu á það að það er alveg ljóst að það er sameiginlegt hagsmunamál Norður- og Austurlands að uppbygging byggðalínunar eigi sér stað fyrr en síðar. Nægir, tryggir og öryggi raforkuflutningar gegna lykilhlutverki í uppbyggingu atvinnulífs og svæðinu og skiptir einnig sköpum fyrir umhverfismál í landinu öllu. Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, eyþing og sveitarfélögin á svæðinu hafa langt skeið barist fyrir bættum raforkuflutningum og höldum við líklega öll áfram að gera það sem okkar valdi stendur til að ná fram ásættanlegri lausn. Í því samhengi að því að spurt hvað við séum að gera í því eða ætlum okkur að gera í því má nefna að 4 bæjarfulltrúar hafa átt sæti í verkefnaráði Landsnets og þar að auki situr bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin í hagsmunaráði, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga en hagsmunaráði mun funda í fyrsta sinn í lok mánaðarins. Að lokum vil ég nefna að ég sem formaður stjórnar Akureyrarstofu mun funda reglulega með framkvæmdastjóra atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar og markastofu Norðurlands með það augnamiði að viðhalda góðu upplýsingastreymi og samskiptum atvinnu og ferðamál í bænum. Þakkum bæjarfulltrúa Hildi Önnu Gísladóttur fyrir, orðið er laust. Já, bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen tekur nú til máls.
forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég fór nú alveg ágætlega yfir svörin á síðasta bæjarstjórnarfundi, en mér langaði svona að það er margt sem hefur gerst í sumar, þrátt fyrir sumarfrí á starfsfólki og bæjarfulltrúum. Þá höfum við að vinna jafnt og þétt að fræðslumálunum og verkefnum tengdum málefnasamningnum. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á það hérna áðan að á rammanum sæist ekki að það væri verið að stíga skref í þá átt að brúa bila milli fæðingarorlofs og leikskóla. En við erum svo sannarlega að vinna þeim málum. Við ætlum að byrja á því að huga því að styrkja dagforeldраkerfið. Við erum að skoða þá kostnaðargreina möguleikana því að veita styrki vegna námskeiða og stofnstyrki til búnaðarkaupa meðal annars. En þetta er eitthvað sem við erum að kanna og ætlum að meta út frá fjárhagsrammanum þegar framlíða stundir. Einnig erum við líka að vinna að hönnun, líkt og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason veit, að nýjum leikskóla við Glerárskóla sem mun rýma 150 börn sem mun leysa af Pálmholt, efra húsi í Pálmholti. Við ætlum eins og vera að halda í reksturinn að efra húsin í Pálmholti og inn í þessum nýja leikskóla við Glerárskóla er gert ráð fyrir þessum 150 börnum eins og ég segi, en einnig ungbarnadeild sem mun rýma 30 börn á aldrinum 1 til 2 ára. Þannig að við erum að horfa til framtíðar varðandi það að taka inn yngri börn því það er ekki nóg að byggja leikskóla, heldur þurfum við að hafa aðstöðuna í samræmi við aldur og þarfi barnanna. En með þessu þá erum við að auka rými, 70 rými. Og það sem að við erum í rauninni að huga líka að og ætlum að nýta er að árgangurinn í rauninni, þau börn sem eru að koma upp í leikskóla núna, þau eru færri. Börnunum eftir miður þau eru ekki jafn mörg sem eru að koma upp í leikskóla eins og hefur verið. Það er gríðarlega stór árgangur að fara upp í grunnskóla núna í 1. bekk, þannig að það skapast rými í leikskólanum. Við erum búin að koma öllum börnum fæddum janúar, febrúar og mars inn í leikskólana og þá voru í vor 35 laus pláss þá sem við ætlum að nýta til þess að minnka álag á starfsfólki á okkur. Við munum hugsanlega þurfa að nýta einhvað þeim rýmum þegar börn flytja í bæinn til þess að bregðast við þörfinni að koma þeim inn í leikskóla. En við ætlum samt sem áður að reyna eins og við getum að koma til móts við starfsfólkið og minnka álagið og fækka börnum á fermetra. Við erum einnig að huga því að halda áfram uppbyggingu og varðandi leikskólamannvirki og við erum að skoða möguleikann á því að auka rými við Lundarsel eða við Naustatjörn og við erum að skoða það í tengslum við skipulagssvið og ætlum að finna út í rauninni aldurspíramídana í hverfinu og hvernig íbúasamsetningin er að þróast, hvort svæðið verði fyrir til. Þetta er auðvitað gríðarlega stórt mál og mikilvægt að bregðast við og horfa fram á við, en þetta mun taka tíma og við munum þurfa að gera þetta í skrefum. Því það þarf að vera starfsfólk, það þarf að vera aðstaða til þess að koma börnunum fyrir. Þannig að þetta er það sem við erum að skoða núna þessa dagana. Við erum einnig að skoða varðandi þá foreldra, Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi spurði út í það áðan, hvort þetta mæta foreldrum með einhverjum hætti varðandi kostnað þegar börnin komast ekki inn á leikskóla. Við erum að kanna það er verið að kostnaðargreina að þeir foreldrar sem fá ekki leikskólapláss fyrir barnið sitt þegar það er 18 mánaða en nýtist í þjónustu dagforeldra hvort það sé hægt að fá mismunni greiddan. Þetta er bara eitthvað sem við erum að kostnaðargreina og skoða. Og við munum setja öll verkefni niður. Við erum búin að taka málefnasamningin inn í fræðsluráðinu og ég er búin að taka öll markmiðin, útbúa í rauninni þá þætti sem koma að honum og verkefni því tengdu. Við erum að kostnaðargreina þau, sem munum forgangsraða þessu og þetta mun bara eins og segi taka tíma. Við erum bara rétt að fara á stað. Þetta er stór og mikilvæg málaflokkur og mér finnst alltaf gaman að ræða þetta, fræðslumálin hérna í pontu og vona við höldum því áfram. En þetta mun bara taka tíma og við ætlum að gera þetta vel og vandlega. Takk hérlega fyrir. Takk að bæjarfulltrúa Ingibjörgu Ísaksen og orðið er laust og bæjarfulltrúa Gunnar Gíslason tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka fyrir svörin, voru býsna skýr og augljóslega skrifleg. Þau voru næstu leið til lesin upp. Þannig að ég velti hérna fyrir mér af hverju þau eru þá ekki bara gerð opinber sem skrifleg svör fyrst þau eru til. Því að þetta er ágætu svör að mörgu leyti, en þau svara kannski ekki því sem er svona velti fyrir sér í þessari pælingu það hvaða pólitíska sýn meirihlutinn með eða bara bæjarstjórn yfir höfuð á það
hvert hún vill fara. Jú, við viljum fjölga leikskólarýmum og allt þar fram til götum, en hvernig þá sín meirihlutans eða bara í pólitíkin á það hvenar, hvar og hvernig? Á fyrsta áratug þessar aldar þá unnu menn út frá hugmyndafræðinu benchmarking, þar sem að menn settu sér markmið, menn settu sér viðmið og mældu svo árangur. Svona til að skoða hvar þið verið staddir í þessu. Ég bara mæli eindregið með því að þið útfærið ykkar svör í þessa átt, þið eru greinilega með þessi svör skrifleg. En ef þið vilja ekki afhenda þau skrifleg eða gera þau opinber skrifleg, þá það bara ykkar mat. En ég held að, sko, ef við ætlum að taka alveg umræðu, alveg hindi svo með starfsáætlanir, þær eru allar skriflegar en ekki munnlegar, vegna þess að við viljum geta tekið umræðina þau. Það bara þess vegna sem við erum að kalla eftir þessu. Við erum ekki neinum ljótum leik, við erum bara að hjálpa ykkur. Takk. Eitthvað bæjarfulltrúa Gunnari Gíslasyni fyrir orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sólu Björk Stefánsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég svo sem ekki miklu við þetta bæta, en nema einmitt það, ég var akkurat að hugsa þetta sama, þetta greinilega skriflegt og ég var að hugsa að eða einhverju klukkutími að sitja og skrifa þetta niður, takk sé internetinu og annar tækni, þá get ég teknilega sé gert það, en það væri auðvitað þægilega að fá þetta bara sent. En ég vil líka bara þakka ykkur fyrir. Góð svör, fín svör, þetta er mjög upplýsandi. Og þetta er það sem við viljum bæta. Ég held við viljum það öll, við viljum öll að umræðan henni í bæjarstjórn sé meira upplýsandi og tek bara undir Gunnari Gíslasyni, við erum bara að reyna að hjálpa. En þið eru líka að standa ykkur vel, þetta er fínt, þetta er gott. Takk. Þið líka. Þakka bæjarfulltrúa Sólu Björk Stefánsdóttir orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líkt og hinir bæjarfulltrúarnir í minnihlutanum bara þakka fyrir greiningu og svör. Það er eitt sem að nú er mitt hlutverk í minnihluta að hafa aðhald, þannig að ég má líka bera pínu íta og pressa því að það er mitt hlutverk án þess að allir fari í vörn. En ég verð að lýsa yfir á síðasta tímabilið, þá varð ég fyrir verulegum vonbrigðum með fræðslumál og það sem var að gerast þar. Og ég held að kannski sýni sig best í því að í byrjun síðasta misseris þá var alveg ljóst að við þyrftum að fara í byggingu leikskóla. Og það skín svo bersýnilega hver forgangsröðun meirihlutans var og það er sami meirihluti. Við erum að opna listasafn helgina en við erum ekki byrjað á leikskólan. Á sama tíma vorum við að ræða mikilvægi hvoru tveggja. Þannig að mér langar að brýna fyrir ykkur að taka fræðslumálin fastari tökum. Ég var hér skipið á fyrsta ári mínu hér sem bæjarfulltrúi í nefnd sem átt að vinna að skólastefnunni sem er í rauninni útrunnin að mínu mati. Hún er orðin það gömul að það er ekki hægt að vinna nema eftir hlutaðinni. Þessi skólastefna hefur enn ekki komið í ljós og það er ekki búið að klára hana. Að það taki 4 ár að gera þessa stefnu finnst mér allt og langur tími á mínu mati. Á tímanum erum við búin að gera aðra stefnur sem tóku bara 1 ár að vinna og við ættum alveg að geta gert þetta og gert það mjög vel á styttri tíma heldur en hefur verið gert. Eins var stofnaður hópur á fyrsta árinu sem fyrsta ári sem fyrrverandi bæjarfulltrúi hér, Preben Jón, var skipaður í. Það var að fara yfir einmitt húsnæðismál fræðslu nefndar. Hann kvartaði hér yfir, það var síðasta ári sínu hér í Pontu, að hann hefði ekki ennþá verið boðaður á fund í þeirri nefnd. Þannig að ég allavega bara vil brýna fyrir ykkur í meirihlutanum að taka málefni fræðslumála fastari tökum heldur en hefur verið gert. En að öðru leyti ég bara mjög ánægð með þau svör sem við höfum fengið. Ég hefði alveg samt vilja fá
skýrari sín á einmitt hvar og hvenar. Af því það held ég það sem að bæjarfulltrúar svolítið óska eftir. Eins varandi skipulagsmálin, því að ég hitti hérna bara verktakabænu daginn og hann spurði mig hver stefna bæjarstjórnar varðandi lóðamál, hvenær á að fara að útdeila lóðum í þorpinu og hérna hann var búinn að vera í sambandi við starfsmenn bæjarins sem að vísuðu bara pólitíkina, að verktaka getur ekki skipulagt sig jafnvel áfram í tíman vont. Þannig að ég held að skín okkar í pólitíkinu þurfa að vera skýrari hvað það varðar. Þannig að þetta bara mín ósk að við vinnum hlutina hraðar og sérstaklega í fræðslumálunum sem mér finnst hafa gengið mjög hægt. Þakka bæjarfulltrúa Evu Hrund Einarsdóttur fyrir þetta og orðið laust. Það tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Það voru búnda. Það var ekki mikið forseti ágætu bæjarfulltrúar. Aðeins af því að bæjarfulltrúi fór að tala síðasta kjörtímabil og við erum kannski ekki allir í þessu meirihluta frá síðasta kjörtímabili, þá er það þannig að vissulega erum við að klára listasafni núna sem er mjög merkilegt framtak á okkar mati og við erum afskaplega ánægð með að við skulum hafa náð að klára það á síðasta kjörtímabili. Varðandi leikskólamálin þá er nú staðan þessu kannski akkurat í dag að það er ekki vöntun á leikskóla, hins vegar erum við að horfa til þess í rauninni að horfa til framtíðar. Við erum komið öllum börnum inn á leikskóla í dag. Glerárskóla leikskóli á að koma og leysa af hólmi eldri byggingar og við erum kannski að horfa fram líka á nýjungar og samnýtingu við skólan, þannig að við erum að vanda okkur í þessu máli. Varðandi vonbrigði bæjarfulltrúa Evu fræðslumálin á síðasta kjörtímabili, þá er ýmislegt sem að olli því. Við lentum í því að vera með 3 formenn á þessu kjörtímabili. Það eitt og sér er ekki gott. Ég líka saknaði þess að bæjarfulltrúi Eva hætti í fræðsluráði á síðasta kjörtímabili, á miðju tímabili. Það var heldur ekki gott, þess að hún hefur mikið til málun leggja og er afskaplega drífandi. Við hins vegar meirihlutin skipuðum í fræðsluráð mikla kanónur í dag. Við ætlumst til mikils af fræðslumálunum. Það er lykilatriði. Við vorum öll frambúið að tala mikið fræðslumálin og málum barna og það er mikilvægt að við séum velskipað í fræðsluráði og ég sé ekki betur að minnihlutin hafi gert það líka, þannig að ég vænti mikils af fræðsluráði á þessu kjörtímabili og skólastefnana vil hlýtur að vera sjálfsögðu sett í forgang og kláruð á þessu kjörtímabili. Því held ég geti lofa fyrir hönd Ingibjargar formanns bæjarfulltrúa. Takk fyrir. Þakka bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin Guðmundsssyni fyrir og næst tek til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar nú aðeins bara í ljósi þessari umræðu sem orðin er núna að velta upp fögnuði með listasafnið. Það voru allir stjórnmálaflokkar náttúrulega á því að byggja listasafnið upp í aðdraganda kosninga 2014. Ég veit ekki neina sem voru á móti því og ekki voru við á móti því. Hins vegar, af því að við erum að ræða kostnað og framkvæmdir og forgangsröðun, þá var forgangsröðunin sú, eins og bæjarfulltrúi Eva Hrund benti á, að þetta er tekið fram fyrir það að takast á við verkefnið að byggja upp leikskólana. Það er talað að hér sé pláss fyrir öll börn. Já, hvaða börn? Þau sem eru 18 mánaða eldri á ákveðnum tíma eða ekki. Það voru teknar ákvarðanir það að taka 16 mánaða börn hérna á eitt hausti sem leiddi til þess að dagforeldrakerfið hrundi og það var ekki orðið þá hægt að bregðast við árið eftir, þannig hugsuðu menn ekki fram í tíman eða leystu verkefni með nægilega skýrum hætti. En mér langar bara til að minna hérna á eitt atriði því að ég var nú að vona bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin því hann er formaður bæjarráðs og hann myndi þá svara skriflega hérna, en samt munnlega, nokkrum punktum eins og þessi hérna. Hvernig eru vandaðar raunhæfar kostnaðaráætlanir skilgreindar? Hefur eitthvað skort upp á að kostnaðaráætlanir hafi verið vandaðar og raunhæfar hingað til? Já, við vitum það. Það var til dæmis varðandi listasafnið. Af því að
menn tóku nú mjög sterkt til orða hér í bæjarstjórninni sína, þetta skildi ekki kosta meira en 400 milljónir og það er kannski sú gagnrýni sem við höfum verið með á þá framkvæmd. Það er hvert þetta hefur farið og það er kannski vegna þess að menn voru ekki með raunhæfar kostnaðaráætlanir í upphafi. En ég gerir ráð fyrir því og vænti þess að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvins sem formaður bæjar að svari því hvernig menn ætla að lagfæra þetta því ég veit að hann tók undir það í kosningabaráttunni líka. Takk. Þakkum bæjarfulltrúa Gunnar Gíslasyni fyrir og næst tekur máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er ekki með skrifleg svör við þessu bæjarfulltrúi Gunnar. Hins vegar svaraði ég ágætlega held ég á síðasta fundi varðandi kostnaðaráætlanir. Vissulega er það þannig að maður getur alltaf bætt sig og kannski fóru hlutirnir ekki alveg eins og maður ætlaði þegar maður var að fóra á stað, en hins vegar er það þannig að þegar maður er búin að læra það að þegar maður fer á stað í endurbyggingu á gömlu húsi þá kom oft hlutir í ljós sem að kannski ekki var gert ráð fyrir í upphafi og það er eitthvað sem að við höfum bara þurft að takast á við í þessu ferli. Það var, tilboðið var hærra, jú, það er vissulega rétt sem bæjarfulltrúi Gunnar benti á að menn töluðu hér í ræðustól í bæjarstjórn að menn vildu sjá þetta í 400 milljónum og þá var náttúrulega vissulega komið kostnaður sem var fallið til áður. Þetta verður mun dýrara og við vitum það og það er búið að fara yfir það í umhverfis- og mannvirkjaráði, kostnaðargreininguna. Þannig að hins vegar er það þannig að maður getur lært á þessu og það er eitt af því sem að þegar maður fer í fjárhagsáætlunarvinnu og gerð svona, þegar maður talar sérstaklega enduruppbyggingu á gömlum húsnæðum og gömlu verið að fara í slíka framkvæmdi, þá er alltaf verið að gera nákvæma kostnaðaráætlun. Hins vegar held ég að megi segja að því að bæjarfulltrúi Gunnar vísaði í þetta skot varðandi 400 milljónar hér í bæjarstjórn, að þá er það þannig að það var til gamalt dæmi hér akkurat í bæjarstjórn þar sem að einn ágætur bæjarfulltrúi sem þá var hægri sinnaðri heldur en ég, og ætla ekki nefna nöfn, talaði framkvæmdir í bænum sem ætti að kosta nema 150 milljónir, hún endaði í rétt rúmum 700 milljónum, þannig að skotið úr 400 milljónum í 700 milljónum var bara lítið eins og fyrirverandi bæjarstjóri sagði mér, Jakob Björnsson, en það nú annarlega. Ég held líka bara að við höfum svo sem kannski, ef við förum að skoða aftur og bak, þá held ég að í rauninni svona kannski raunhæfa kostnaðaráætlun hafi kannski verið að batna, kostnaðaráætlun sérstaklega við framkvæmdir hafi verið að batna og til að mynda á árinu 2010 til 2014 þó að ég hef ekki verið þeim meirhluta, þá var það einhvað síðu þannig að það voru lagðar fram kostnaðaráætlanir sem að stóðust mjög vel. Við kannski lendum þarna í 2 verkefnum á síðustu kjörtímabili sem voru dýrar heldur við gerum ráð fyrir, en hins voru ansi marga framkvæmdir líka sem stóðust áætlanir, þannig að það var ekki eins og við værum allstaðar að skjóta undir markið. Þannig að ég held að það sé nú ljóst að við munum bara halda áfram að bæta okkur og þegar við gerum kostnaðaráætlanir fyrir næstu ár þá munum við svona vonandi ná betri og raunhæfari kostnaðaráætlun, en hins vegar verður líka að gera grein fyrir því að þegar við gerum kostnaðaráætlun í upphæð og það er það kannski þessi umræða sem á sér stað í samfélaginu að þegar við byrjum á einhverjum áætlunum, ég var spurðað því með listasafni, fór það ekki fram úr áætlun og hversu mikið og hver var upphafleg áætlun? Upphafleg áætlun sem var sett í fjárhagsáætlun hjá Akureyrarbæ varðandi listasafni, ef ég man rétt, voru 50 milljónir króna. Þá átti að fara í þakið. Síðan hefur bara margt runnið til sjávar. Og spurningin er svo hvað í rauninni hversu mikið fórum við fram úr áætlunni. Ef við miðum 50 milljónir þá fórum ansi langt við. Ef við miðum við, síðan hefur við verið að bæta eftir því sem verkið er unnist, þá hefur við bætt við í áætlanir. Þannig að það er svona kannski, þetta er erfitt að segja nákvæmlega hversu mikið menn hafi farið fram úr áætlunum. En ég held aftur á móti að við getum alltaf gert betur varðandi það sem Gunnar var að spyrja og við ætlum að gera það. Þakka bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvini Guðmundsssyni fyrir og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ísaksen.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Aðeins til þess að bregðast við spurningu varðandi skólastefnuna. Þá hún í góðum höndum með fræðslustjórunum okkar sem búin að setja fram áætlun vinnu á henni og geri alveg klálega ráð fyrir því að hann muni fylgja því eftir og klára hana og hafa hana vel og vandaða. Það sem við munum líka einnig koma að málum. Því að þetta okkar stefna og okkar sýn á hvernig við sjáum fræðslumál í framtíðinni, þannig að við munum hafa eitthvað með það að gera, öll hérna inn í bæjarstjórn. Varðandi áætlanir og vandaðar áætlanir, það langar maður aðeins að bregðast einnig við þar sem ég var formaður umhverfis- og mannvirkjaráðs í 1,5 ára síðasta kjörtímabili. Og ég hef nú svo sem sagt það hérna í pontu áður að þegar við setjum inn á áætlanir hjá okkur þá erum við ofta að gera ráð fyrir framkvæmdum eftir 2, 3, jafnvel 4 ár. Og núna til dæmis erum við komið með leikskólan við Glerárskóla inn í áætlanir hjá okkur. Svo tala hún á alveg klárlega eftir að breytast. Þá eftir að fara í þarfagreiningu, þá eftir að fara í hönnun. Við eigum eftir að fara í útboð, fá tilboð. Og þegar við fáum tilboðin, þá sjáum við niðurstöðunar og þá metum við hvort við ætlum að þiggja tilboðin og þau geta verið hærri og þau geta einnig líka verið lægri heldur en áætlan ekki ráð fyrir. Þá þurfum við að taka umræðu innan ráðsins þar sem við bætum þá og breytum framkvæmd áætluninni og yfirlitinu og það hefur alveg komið fyrir að þegar kostnaðarauki kemur inn þá erum við kannski að færa verkefni á milli ára til þess að geta brugðist við. Þannig að við erum ekki að fara fram úr heildarrammanum heldur eru verkefni færð til jafnvel á milli ára. Síðan farið í það að framkvæma og svo tekur stundum tíma líka einnig að framkvæma. Það tekur stundum 1-2 ár og þá kemur fjármagnskostnaður inn á þetta og fleira. Þannig að þetta ekki bara einfalt mál að ákveða hvað kemur þarna inn, en við vinnum eftir bestu getu út frá þeim upplýsingum sem við höfum á hverjum tíma fyrir sig. Og það munum við halda áfram að gera. Takk hérlega fyrir. Þakka bæjarfulltrúa Ingibjörgu Ísaksen fyrir næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þess að ég var málshefjandi hérna þá langaðum við kannski bara til að þakka fyrir umræðina og ég bara fagna því að svörin að mestuleyti skrifleg og sjáum svo bara til hvort að þau birtast. En aðeins bara rétt svona í lokin að varðandi þessar áætlanir, auðvitað það gríðarlega mikilvægt að við sem að gera raunhæfar áætlanir og sem raunhæfastar og bara minna á það að einhver ástæði var til minnisblað og til frá árinu 2014 sem gerir ráð fyrir því að listasafnin komið til með að kosta 530 milljónir. Og þá átti menn, og þá bara veltir maður því fyrir sér af hverju var þá ekki ákvörðunin tekin út frá því, skiljiði. Það er bara það sem að þarf aðeins að velta fyrir sér í þessu sambandi, hvernig við erum að byggja ákvörðunartökun okkar á og á hverju. En öðru leyti bara takk fyrir þetta og batnandi fólki og bæjarstjórn best að lifa. Bæjarfulltrúa Gunnar Gíslasyni fyrir orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði bara aðeins að nefna varðandi fjárhagsáætlanir. Ég var vissulega ekki hérna á síðasta kjörtímabili og lá mikið yfir þessu öllu saman núna bæði í aðdraganda kosninga og eftir á og las meðal annars ansi margar stöðuskýrslur þar sem ég var einmitt að reyna átt á hvernig þetta virkaði. Svona mínum mat og eitt af því sem ég tel að við getum gert líka að hafa gagsæri upplýsingagjöf á meðan framkvæmdur stendur vegna þess að þegar maður lesi gegnum þessa 20 og eitthvað áfangaskýrslur sem ég böðlaðist í gegnum til að reyna að skilja hvar kostnaðarauki var vegna stálbita hér og hækkandi loft sem lyftu hæð þar og svo framvegis sem að skýrir í rauninni kostnaðaraukan, þá kannski satt maður eftir að hugsa ok, þetta var bara ansi vel unnið. En það hefði kannski bara jafnóðum mátt bara upplýsa alla stöðuna því þá þetta verið svo gagnsætt. Þannig að svona þegar ég hef allavega það sem, eftir því sem ég kemst næst, þá virðist þetta hafa bara verið faglega unnið, vinnubröðum verið góð og það sem að væri hægt að bæta bara almenna umræðu, umfjöllun og sýnileika málana meðan á ferlinu stendur. Langaði bara að bæta því við umræðuna. Þakka bæjarfulltrúa Hildu Jana Gísladóttir fyrir og orðið laust. Það sem ekki hafa fleiri hvað til ljós segi þessum liði lokið og þá dagskrá tæmd. Eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar.
Það er afgreiðslufundur byggingafulltrúa 5., 13. og 23. júlí, 1., 9. og 16. ágúst 2018. Bæjaráð 28. júní, 5. og 19. júlí, 2. og 9. ágúst 2018. Frístundaráð 18. júní og 2. ágúst 2018. Frístundaráð átti að vera 27. júní og 15. ágúst 2018. Það er fræðsluráð sem er 18. júní og 2. ágúst 2018. Skipulagsráð 27. júní, 11. og 25. júlí og 15. ágúst 2018. Stjórn Akureyrar 25. júní, 7. og 16. ágúst 2018. Umhverfis- og mannvirkjaráð 27. júní, 7. og 10. júlí 2018. Velferðaráð 8. ágúst 2018, öldungaráð 7. ágúst 2018 og síðan er hægt að nálgast allar fundagerðir á heimasíðu Akureyrarbæjar. Og þá er þessum fundi, og ég segi slít fundi hér klukkan, hvað er það, 1800? 1800.